Já, hér ég með bókina Það alveg satt. Það meir en 2 ár síðan að ég var beðinn að skrifa þessa bók sem eins og undirtitillinn segir lífshlaup kristniboðanna Skúla Svavarssonar og Kjell Rúnar Langdal og það var sem sagt kristniboðssambandið, samband íslenskra kristniboðsfélaga sem að stóð fyrir þessari útgáfu. Þetta sem sagt ævisaga þeirra hjóna má segja, en leið þetta fróðleikur kristniboð og sérstaklega staðhættu og aðstæður í Eþíópíu og meira í Keníu, þar sem að þau voru að starfa lengi, raunar á afskekktum slóðum, svokölluðu Pokot-héraði, vestast í Keníu. Og þegar ég var beðinn að skrifa þessa bók, þá fylgdi það með að ég fekk að fara þarna með Skúla og ferðast Pokot-héraðið. Þá var einmitt verið að halda upp á 40 ára afmæli norsk-íslenska kristniboðsins þarna. Hluti af efninu unnið upp úr norsku handriti hennar Kjell Rúnar. Það var dýrmætt að komast í það, því það eru svona mjög lifandi myndir úr starfi þeirra í Afríku. Ég gríp hérna niður í fyrsta kafla bókarinnar sem heitir Háski á framandi slóðum. Þegar hér komið sögu þá hafði Skúli lent í vélhjólaslysi vestur í Pokot-héraði í Keníu, en var nokkuð búinn að ná sér og nú eru þau hjón komin til Nairobi, höfuðborgarinnar, vegna fermingar dótturinnar og hefst þá lesturinn. Síðan liðu nokkrir dagar, við vorum enn á norsku kristniboðsstöðinni í Nairobi. Kjell Rún fór með konu af stöðinni og dóttur hennar til læknis. Læknirinn ákvað að leggja barnið inn á sjúkrahúsið og eðlilega varð móðurinn eftir hjá barninu. Því var ég kallaður til að sækja Kjell Rúnu og annað barn sem hafði farið með þeim. Á heimleiðinni sé ég að ekki mikið eftir af olíu á bílnum, en mér verður hugsað til þess að nauðsynlegt sé að hafa hann tiltækan ef þörfin kallaði, því þetta var bíll heimavistarinnar. Ég brýt í þá varúðarreglu að fara ekki á bensínstöð í myrkri. Þetta var stöðin við Langgata, götuna að norsku stöðinni, þar sem Gallería verslunarmiðstöðin nú. Afgreiðslumaðurinn kemur út og fær bíllykilinn til að geta opnað lokið á tanknum, en við sitjum áfram inn í bílnum. Þá slær allt í einu einkennileg þögn yfir svæðið og síðan þyrpast vopnaðir menn að bílnum, beina að okkur byssum og ræna á okkur öllum verðmætum og heimta svo að mér bílinn. Ég segi eins og var að ég hafi ekki bíllyklana. Afgreiðslumaðurinn hafði forðað sér eins og allir aðrir á stöðinni og hent lyklunum út í runna á hlaupunum. Mér var hótað lífláti, en við því var ekkert að gera. Litla stúlkan í aftursætinu fór að gráta og kveina og ræningjarnir skipuðu þá Kjell Rúnu að fara með hana út úr bílnum. Það lét hún ekki segja sér tvisvar og þær forðuðu sér á bak við bensínstöðina. Við drepum þið þá, sögðu ræningjarnir, en þú verður að koma út úr bílnum, við viljum ekki ata hann út í blóði. Þarna var ekki undankomið auðið. Sem ég stend þarna við bílinn heyri ég ræningjarna rökræða á ensku hvaða verkfæri þeir eiga að nota við aftökuna. Niðurstaðan að höggva mig með stóru höggsverði sem þeir voru með. Og svo var ekki beðið boðana og höggi ríður af, en geigar að nokkru leyti, svo sverðið sníður niður með gagnaugunum. Við höggið hníg ég niður meðvitundarlaus í blóði mínu. Þegar ég ranka við mér heyri ég Kjell Rúnu kalla, þú verður að koma hingað á bakvið. Ég rís á fætur og sé ræningjana 5 standa vopnað í kringum mig, en held samt af stað. Og eins og ég sé allt í einu orðin ósýnilegur, geng ég milli ræningjana og fer á bakvið stöðina. Við forðum okkur svo og alblóðugur kem ég að katólskri miðstöð í nágrenninu, þar sem við hittum mann sem eitthvað að gera við bíl og byggjum hann að keyra okkur á norsku stöðina sem hann gerir fúslega. Þar var allt í uppnámi. Ránið á bensínstöðinni hafði frést þangað og við að líkindum talið af. Mér var ekið á sjúkrahús þar sem skurðurinn var saumaður saman. Á heimleiðinni renndu við að bensínstöðinni til að leita frétta. Lögreglan var komin en ræningjarnir flúnir. Þetta var hópur sem lögreglan kannaðist við eftir fleiri rán,
þar sem fólk hafði í sumum tilfellum verið myrt. Lögreglan hafði meira að segja varað bensínafgreiðsluna við hugsanlegu ráni því þeir höfðu hugmyndum að þessi flokkur kynni að vera í nágrenninu á eldsneytislitlum bíl. Það skýrði hver snöggir afgreiðslumennirnir voru að forða sér. Þarna, sagði lögreglan, höfðu þeir drepið mann, konu hans og 1 barn. Þetta gat ég leiðrétt, við værum öll á lífi. En það er undarlegt með mig hver sár gróa fljótt og vel án þess að skilja eftir ör. Það ber heldur ekki á miklum sálarörum, en Norðmenn höfðu orð á því við mig að ég ætti að fara heim til Íslands áður en meira gengi á. Ég þurfti svo að fara síðar á lögreglustöð til að gefa skýrslu. Fékk þá bílinn afhentan því þá var búið að finna lyklana. Og lögreglan hafði náð til ræningjanna á annarri bensínstöð og skotið þá alla á staðnum.